Hún eina sanna Karol King og lag sem heitir You Got a Friend. Og það verður heilmikil sönggleði á Café Rosenberg á morgun. Að þá verður akkurat Karol King tribute tónleikar og ein af þeim sem að verður á sviðinu er Anna Margrét. Hún getur nú sagt mér meira af þessu. Ertu þarna? Ég er hérna. Komdu sæl. Mjög ánægð með lagið sem þú varst að spila. Þetta er æðislegt lag og frábær söngkona náttúrulega. Já. Þetta er alveg meiri áttar. Þetta er rétt hjá mér, tribute tónleikar, eða ekki? Jú, á morgun sem sagt. Og þetta er í fyrsta sinn sem að þessi plata er hvað, flutt í heild sinni? Já, að við best vitum, hér á Íslandi allavega. Jáhá. Hvað getur þú sagt okkur af Karol King? Herðu, Karol King, hún svona búin að vera svolítið í því að semja fyrir aðra. Hún er mjög hóvær sem, hún vildi ekkert mikið vera að syngja þetta sjálf, sko. Nei. Og en gaf út þessa gullfallegu plötu sem hún söng sjálf og það er náttúrulega margir búin að taka þessi lög. Já. Lagið sem þú varst að spila, það er náttúrulega til dæmis frægast í flutningu Aretha Franklin til dæmis. Já. En við ætlum að taka þetta lag á tónleikunum. Aha. Og já, bara dásalega listamöður. Það er núna meira að segja söngleikur á Broadway ævi hennar. Ok. Og sem heitir Beautiful. Þannig að það er að gera að teygja ángana eins lengra og halda tónleika líka. Já. En þú verður á sviðinu ásamt fleirum? Já, alveg rosa hóp. Já. Bara þvílíkur heiður að vinna með þessu fólki. Hverju verða þarna? Ertu með þetta á blaði eða? Er ég bara man þetta? Já. Ótrúlega. Við erum 4 söng- og leikkonur. Ok. Það er ég, svo er það Andrea Katrín Guðmundsdóttir. Já. Heiða Ólafs. Sönguna. Og Jana María Guðmundsdóttir. Ok. Og í bandin okkar, það er hann Pálmi Sigurhjartar. Þetta er rosa band sem þið verið með. Þetta, ég bara fyrir hjá mér. Já. Það er Pálmi Sigurhjartar á píanó og Kristinn Sturluson á gítar. Já. Og Friðrik Sturluson á bassa. Hinn eini sanni. Já. Og þessi plata, hún kom út 1971 og hefur að geyma til dæmis þetta lagið, ekki? Jú, vissulega. Já, og hún sló bara strax í gegn og hlaut 3 Grammy í velun, það er nú ekki slæmt. Já, það er nú ekki slæmt. Þetta er, nefnilega, já, þetta er rosalega plata. Ég var ekkert búin að hlusta þessa plötu fyrir en ég var beðin að taka þátt í þessu verkefni. Nei. Og hún bara fer ekki af bónurum hjá mér, sko. Já, þegar þú sendir þetta á mig þá svona þurfti ég aðeins að, veitum við, Karol King. Já, alveg rétt. Já. Þú þurfti svona aðeins að hugsa. Já, ég hef búin að segja við vinið mína bara, þetta, og þau bara, ég veit ekki hvað það er. Ég bara, jú, þú veist hvað það er. Þessi plata seldist í 25 milljónum myndtaka. Já. Þetta er frábært. Það er eitthvað. Og þannig þið annað kvöld á Café Rosenberg að flytja þessa plötu, alla plötuna? Já. Er ekki smá vinna að undirbúa svona tónleika? Jú, það er ákveðið púsluspil. Þarf þetta ekki að vera svolítið að koma fólki saman. Þarf þetta ekki að vera svolítið í hennar anda? Jú. Og við byrjum bara með Pálma á píanónu. Og það sem að Karol var mikið sjálf á píanónu. Já. Og svo eru Friðrik og Kristinn búin að koma inn núna. Og það var ótrúlega gaman að taka þátt í þessu. Já. Og við gerum þetta uppálega hafði Andrea Katrín sett samband við okkur. Henni langaði að heyra minningu móður sinnar. Já. Móðurinn að dósi satt fyrir 2 árum. Og þetta var uppáhaldsplatan hennar. Já. Og hún vist alltaf mjög hvetjandi að við börnin sína að fara í músík og hlusta á músík og Andrea langaði svo að gera eitthvað svona. Já. Í minningu móður sinnar. Það er nú fallega hugsað. Já. En þetta lag sem vorum að spila á hann, You Got a Friend, hver syngur það? Syngur þú það? Karol? Nei, þetta lag sem að ég var að spila á hann, það verður væntanlega sungið á morgun. Já, við ætlum að syngja alla saman, þetta lag. Já, ok. Já. Ég ætla nefnilega að fara að segja það, þú ert með svona, það er einhver hljómur þarna, það er svipuð tegund. Já. Þannig ég get alveg heyrt þig syngja þetta. Já, það er rosa gaman að syngja þetta lag. Og mér finnst mjög gaman að syngja þessi lög. Þetta er alveg bara, við hefum ekki eins og búin að þurfa að skipta tóntegundir, sko. Það er náttúrulega frábært. Já. Ekkert vesen. Ekkert vesen, sko. En ok, þessi tónleikar á morgun, ætlið að gera meira af þessu eða tegið þetta eitthvað lengra? Sko,
við erum mjög viljur. Já. Og við höfum alveg talað meira, þannig að skulum bara sjá hvað gerist eftir, hvernig gengur á morgun og við erum allavega til í allt. Erum við ekki bara að fara að sjá þetta á sviði hörpunnar í næsta vor? Það ekki. Ha? Jú, ég held það. Það kom pressa. Engin pressa. Herðu, en hvað er hægt að næla sér í miða? Herðu, það er nefnilega þannig að við erum með svona forsölu á netinu. Já. Það sem að þú getur fengið meðan á 1500. Nú. Og þá sendur þú tölvupúst á tapestry.tonleikar@gmail.com. Annars verður það 2000 við hurð. Já, við látum það nú alveg vera. Já, þetta er nefnilega að gefa en ekki gjald. Já, ég veit það. Þetta er miðaverð, sko. Ég veit það. Herðu, fyrir þá sem ekki vita. Já. Hlustaðu. Fjölbreytt og skemmtileg tónlist. Suðurland FM 973. Þetta er þú. Þetta er ég. Þetta er svo skemmtilegt. Þetta er svo skemmtilegt. Þegar þú varst að lesa þarna e-mailið þá heyrði ég bara svona samhljóm. Þú ert að hlusta á Suðurland FM. Þetta er bara frábært. Já. Svo fara jólastefið bráðum í gang. Já, nákvæmlega. Þetta er yndislegt. tapestry.tonleikar@gmail.com til að kaupa sér aðeins ódýrari miða, annars er bara 2000 skall við hurð. Kaffi Rosenberg á morgun. Karol King. Skulum hafa þetta rétt hérna. Já. Anna Magga, takk fyrir spjallið og gangi ykkur vel. Hvetjum fólk til þess að mæta og upplifa skemmtilega tónleika. Já, takk herlega. Og svo er bara harpan í vor. Jú, klárlega. Absolutt. Hafa það gott, elskan. Takk sem leiðis. Ok. Ok, bye.